Ég ætla að fara að taka myndir út af þessu og svona. Er þetta milljónasti bíllinn? Já, milljón. Stelpur, frosið hérna. Sani, Unnur! Það var hver að koma og kynna sig og þú veist, aldur og... Ég sá hann ekki! Gamla stöðunum. Jú. Þetta er svona að vera, þú veist... Sýna gamla drasli, sko. Prófa að skoða hérna. Það er ekki gaman að fara yfir í hitt. Þetta er live frá stöð 2. Stelpur, hvernig er að fara yfir í nýju aðstöðuna? Það er ekki mikill munur? Jú, allt annað líf. Ég sé eftir gamla lag. Ekki smá söknur. Ég er nú hættur það. Þetta er saman. Já. Það er tveimur, fórst meðstöðinni, þannig að fórst sem er áður. Við ætlum að gera smá hér, klukkan á eftir 15 mínútur í 12 og heyra síðan lag af nýjustu plötu Vídönsk sem að koma út í gær. Það er reyndar styttilag plötunar og heitir Kirsuber. Til þess að vera með í pressuhóttinni pressunar og stjórnunar ættu einungis að segja Já, hann er inni. Hvað? Hún vantar bara að sigga. Hann hefur nú bara göngu. Það er að síðasta ferðin, Siggi? Já. Svo í hinsta sinn. Hólaður, komdu út. Alla, er það ekki að koma? Jú, það er allt áfram að lánaði Sæmundur með fánana gömlega svo í bílum og allt í rúti. Ég verð bara í ástóri, sér tóum til henni. Það er 1951-94. Æja, Siggi, kemur ekki til með að sakna gömlu stöður hennar? Já, það er viss tregablandi að fara á staðnum. Já. En maður fagnar auðvitað nýjum áfanga.
Já, já. Þetta er eins og þegar maður var lítill, þegar maður fekk ný föt, maður var yfir sig kátur og maður verður það í dag og reynir að gera sitt besta sem maður hefur gert hér á þessum stað. Já, já. Og við höldum sama við höfum haft, góðum viðskiptum. Já, já. Verður ekki betri aðstæða fyrir starfsfólk? Jú, það má segja það, þannig að þetta er nú ekki komið, þannig að maður sé búin að sjá þetta í fullu, en það sem stýra okkur er allt annað. Já. Nei, hann er 87. Já, þá er... Verða hérna tankarnir teknir hérna? Það verða teknir fljótlega, já. Það er verið að bíða eftir nýjum sjálfstala frá Bandaríkjunum. Já, já. Það má vera fyrir alltaf tankarnar. Já, já, hinum ekki. Ég verð að hafa eitthvað í höndunum. Ég verð að hafa eitthvað í höndunum, ég er með símann. Guði, verður ekki að slá út hérna við vorum? Jú. Já, færi rólega. Við förum það á eftir. Þú gengur fyrst og Sigurður. Með kassan. Þú verður fyrst með símann. Já, ég er með símann. Þú veist að hafa það bara við eyrum. Ég verð að halda á einhverju. Það er Siggi með kassan. Siggi og kassin. Siggi og kassin. Hvað er Siggi með kassan? Hann verður að vera með. Sigurður! Siggi! Siggi kassan! Hann er að gera upp. Sigurður! Við sjáumst ekki. Og taka rafmagn á öllu þarna. Dælum. Farðu upp á kant, Mr. Eitthvað er upp á kantinn. Ilja og Mr. Mamma, við erum það. Já, hvað séu þið? Sí. Komblær! Já, og Siggi. Siggi getur þessi frá. Siggi kemur síðastur með kassan. Nei! Sigurður, verð ekki láta ganga eftir þér. Það vill ekki fara út. Það vill ekki fara út. Lokum hann inni. Hann er að koma með kassan. Það er að vera aftur með kassan eða fremstu. Hann er að vera aftur. Við höfum björka býta það Sigurður hérna með. Sigurður hérna. Hann er þungar, það er mikið í honum. Já, þetta er að vera meira. Þetta er að vera meira. Já. Ok, þú fyrir ástæð. 1, 2.
Er það einmikið stúka við og hnegja okkur að við förum? Það ekki vera tvöfaldur við, við erum orðið. Neyjum okkur fyrir það. Förum inn á bar. Kæri brói. Góðir hátíðargestir, mér er það mikill heiður og sönn ánægja að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin hingað til okkar á þessa opnunarhátíð í dag. Með tilkomu þessara þjónustumiðstöðvar er loks að rætast gamall draumur Borgnesinga og íbúi í Borgarfjarðarhéraði að geta tekið vel á móti ferðamönnum sem leið eiga þetta fagra hérað og leið að styrkja enn frekar stöðu Borgarness sem þjónustukjarna fyrir héraðsbúa og ferðamenn. Þetta er því stór viðburður fyrir okkur hér og merkur áfangi í starfsemi Kaupfélags Borgfirðinga. Bygging þessa glæsilega hús væri tæplega orðin veruleiki nú ef ekki hefði komið til samstarf við Olíufélagið HF sem er aðaleigandi að þessari þjónustumiðstöð ásamt Kaupfélagi Borgfirðinga. Ég vil því við þetta tækifæri færa Olíufélaginu HF og forstjóra þess Vilhjálmi Jónssyni sérstakar þakkir fyrir frábæra samvinnu við þessa framkvæmd með vonum að bæði þessi félög, Olíufélagið HF og Kaupfélag Borgfirðinga eigi eftir að njóta góðs af í nútíð og framtíð. Eins og allir sjá er þessi bygging öll hinn glæsilegasta og ber vitni smekkvísi hönnuða og listrænt handbragð þeirra iðnaðarmanna sem sáu smíði og frágang allan. Og það voru hvorki meira en minna en 150 iðnaðarmenn hér sem tóku þátt í þessu starfi og við sjáum árangur þess hér í dag. Arkitekt hússins er Sigurður Einarsson hjá nýju teknistofunni og það má segja það að honum hafi tekist vel til hönnunina. Egill Hjartar hjá Eltekni sá hönnun og tekníka raflagna og Stefán Guðbergsson hafði með höndum yfirumsjón byggingarinnar og annaðist verkfræði útreikninga og lagnatekníkar. Kjartan Kjartansson á nýju teknistofunni teknaði innréttingar í verslun og veitingaaðstöðu og var til ráðuneytis val á tækjum og búnaði í húsið.
Í öllum aðalatriðum voru byggingaframkvæmdirnar í höndum heimamanna, enda var það frá upphafi ásetningur eigenda að halda þessari vinnu fyrir heimaaðila og styrkja með því atvinnustarfsemi í héraði. Byggingafélagið Borg annaðist alla smíðavinnu og framkvæmdastjóri þess, Eiríkur Ingólfsson, fór með byggingarverkstjórn á staðnum. Loftorka HF framleiddi steypu í húsið, steypti og reisti veggeiningar og sá auk þessum alla jarðvegsvinnu og frágang lóðar. Pípulagningameistari var Guðmundur Brynjólfsson, rafvirkjameistari Haukur Arinbjarnason hjá Sandvík HF, múrarameistari hússins var Ágúst Guðmundsson og sá hann múrverk og flísalögn og gólf. Málarameistari var Axel Þórarinsson. Jóhann Skarphéðinsson annaðist gröfuvinnu að mestu og Sindri Arnfjörð lagði gangstéttar og steina í plön. Vírnet HF í Borgarnesi sá að mestu blikksmíði og framleiddi allt þakefni sem að sjálfsögðu Borgarnes stál og þið sjáuð hér ef þið lítið upp í þakkantana. Bifreið og trésmíða Borgarnes HF annaðist ýmsa járnsmíði við bygginguna og SJ Frost í Reykjavík sá uppsetningu á kælitækjum. Eins og heyra má af þessari upptalningu eru allir framkvæmda aðilarnir hér úr Borgarnesi og Borgarfjarðarhéraði að SJ Frost undanskildu og getum við verið stolt af því að eiga svo mikið úrval af góðum iðnaðarmönnum og sterkum iðnfyrirtækjum sem eru fær að taka að sér jafn stór verkefni sem þetta og skila því með slíkri prýði á svo stuttum tíma. Ég leyfi mér hér með að flytja öllum þeim mönnum og fyrirtækjum sem að þessari byggingu komu innilegar þakkir fyrir frábærlega vel unnin störf. Efnt var til verðlaunasamkeppni nafn á staðnum og bárust 150 tillögur. Fyrir valinu varð nafnið Hyrnan, sem á margan hátt réttnefni, til dæmis ef tekið mið af lögun hússins og staðsetningu þess hér við ein umferðarmestu gatnamót á landinu. Nú við sjáum einnig líkingu með nafninu með fjöllunum hér í héraðinu og við sjáum þetta líkingu með byggingunni í þeim líka. Ef við horfum á bauluna, við sjáum hana kannski ekki alveg núna, það skýjahula. Við sjáum skessuhornið hérna á móti okkur, við sjáum tungukollinn blasa við og þessir útverðir hér í fjallarhringnum, þeir blasa við okkur úr þessum fallega veitingasal sem að hér og vonandi eiga margir eftir að sitja þarna yfir þægilegu málsverði og horfa á þetta lifandi málverk sem að hér blasir við. Í Hyrnunni, sem eru rúmir 900 fermetrar grundfleti, auk skyggnis yfir bensíndælum, verður mjög fullkomin og fjölþætt þjónustu starfsemi, eins og þið munu sjá hér á eftir. Þar verður glæsileg kjörbúð, veitingasalur fyrir 70 manns, greiðasala með fjölbreyttu úrvali af alls konar varningi, bensínafgreiðsla og kjörbúð með bíla og olíuvörum frá Esso og síðan rúmgóð snyrti aðstaða. Þá verður Sparisjóður Mýrasýslu með bankaafgreiðslu í húsinu og sér jafnframt upplýsingaþjónustu fyrir ferðamenn. Ég vil hér með óska Sparisjóðnum innilega til hamingju með nýjan afgreiðslustað og býð starfsfólk hans velkomið hingað til okkar í Hyrnuna. Allur rekstur Hyrnunar að afgreiðslu Sparisjóðsins frátaldri verður á vegum Kaupfélags Borgfirðinga og verður Guðmundur Ingimundarson forstöðumaður staðarins. En Björk Emilsdóttir verður deildarstjóri í verslun og Páll Höskuldsson matreiðslumaður sér veitingaþáttinn. Ég vil geta þess hér við þetta tækifæri í tengslum við opnun Hyrnunar þá hefur Kaupfélag Borgfirðinga gert 3 ára samning við knattspyrnudeild Ungmennafélagsins Skallagríms í Borgarnesi samstarf og kynningar. Kaupfélagið leggur til búninga á alla aldursflokka knattspyrnudeildarinnar og ég á von á því að nokkrir af félagunum úr Skallagrími verði hér á svæðinu á eftir. Það nú svo að það eru margir bundnir við vinnu og það erfitt að ná mönnum saman en ég vænti þess að þeir komi hér og einhverjir verði í búningu sem eru merktir Hyrnunni en þetta unga og glæsilega íþróttafólk verður hér okkur til aðstóðar á eftir og ég læt í ljós þá von að þeir eigi eftir að vinna sig upp. Þeir unnu sig upp eina deild á síðasta ári og vonandi eiga þeir eftir að komast upp aðra deild á þessu eða næsta. En það liður og eitt af markmiðum Kaupfélags Borgfirðinga það að styrkja og styðja við menningar og félagsstarfsemi í héraði og það má segja að þetta einn liður í því. Góðir gestir, það von mín að þessi glæsilega þjónustumiðstöð eigi eftir að verða ferðamönnum og héraðsbúum til þæginda og yndisauka ásamt því að styrkja Borgarnes í sessi sem vinsælan ferðamannabæ og áningarstað. Megi heill og hamingja fylgja þessum staðum ókomin ár.
Að svo mæltu vil ég biðja Vilhjálm Jónsson, forstjóra Olíufélagsins, að opna stöðina formlega. Góðir samkomi gestir, ég vil fyrir hönd Olíufélagsins þakka öllum þeim sem að lagt hafa hönd að verki við að gera þessa þjónustumiðstöð svo vel úr garði sem raun ber vitni. Verkið lofar meistarann og ég þarf ekki það að hafa fleiri orð. Ég vona að á komandi árum megi allir þeir sem hér fá þjónustu og frá þessu húsi ganga ánægðir og glaðir eftir góðar afgreiðslu hér. Með þessum orðum vil ég svo ganga að borðanum og klippa á hann hér hinum megin og opna þar með hyrnuna. Jónsson með? Nei, ekki ég. Og ég óska þér til hamingju með að fá þessa stöð til umráða. Ég veit að heill og hamingja fylgir þeim rekstri sem að þú munt stjórna hér á þessum stað. Gjörðu svo vel. Gumi, viltu Björns að koma? Það er Björns í það. Já, það er Björns í. Þú verður að stjórna þessu. Björns mér. Hvað var hérna núna?
aldrei svona stýri. Þorjón, að öllum halvöldu jarðarinnar þurftu þú að lenda hérna í Borgarnesi. Blessaður, velkomin. Má gefa þér vídeóvél og allt saman. Já, hérna, hvað segir þú? Allt fínt. Með hvað sökstu núna? Hvað er dagslags með? Svala mína, Svala. Já. Það stokkur við þína íslenska fána sem bara slitnaði frá maður og í jörðinu. Voru bara fjóðanir. Erum við bara með brókaðum Nei, í fann í segi. Þá erum að gera bara massir af þér. Orustu hérna líðinu. Orustu mejónum, Línu og Sofíu. Og fyrir. Ok. Og svo. Ég sé restin, þú sérðu margir. Við skulum leifa á skeið. Ég sé restin, þú sérðu margir. Við skulum fara í útreiðin, út í byrði. Elrum áður, framhjá námsflugni. Við skulum bíla. Skólinn sem er með vídeotæki. Já, þetta er vídeókamera. Blessaður skildi. Er langt að koma með ykkur? Hvað er hálfa? Tryggvi, hann var í búinu. Ekki ráðs þessi hafa náttúrulega. Nei! Tryggvi kom með hann með ykkur. Það verður aðeins að langa. Komið, Tryggvi komið. Komið, Tryggvi komið. Láta niður, láta þið sakka. Bara strippjó. Líka. Svona líka. Svona líka. Ekki enn stífa líka.
sem býr háskeið. Ég sé hestin, þú sérðu bakið með skrúðfar